Flugsérfræðingur segir að menn verði að velta fyrir sig hvort ekki sé betra að sameina stóru íslensku flugfélögin tvö. Gengi beggja hefur snarlækkað undanfarna mánuði. Hætta hefur aukist á eldgosi rétt við Grindavík og hraun gæti runnið inni í bænum. Vísindamenn telja líkur á kvikuhlaupi eða eldgosi á næstu 2 eða 3 vikum. Kamala Harris búin að tryggja sér nógu marga kjörmenn til að verða útnefnd forsetaefni demókrataflokksins. Skeytin eru farin að fljúga milli hennar og varaforsetaefnis Trumps. Stuðningsmenn Kamalu Harris hafa hafið stór áhlaup á samfélagsmiðlum eins og TikTok til að vekja athygli yngri kjósenda. Tjaldtískan fer í hringi og aldurinn segir ekki allt, segir saumakona á Akureyri sem gerir við tjöld. Hún segir að yfirleitt sé hægt að bjarga rifnum tjöldum. Komiði sæl. Verðmæti hlutabréfa í Play rýrnaði tæp 17% í dag eftir að stjórnendur félagsins tóku afkomuspá fyrirtækisins í ár úr sambandi. Icelandair tók sína afkomuspá úr gildi í maí. Sérfræðingur segir að það sé hugsanlega bjartsýni að reyna að reka 2 flugfélög á Íslandi. Við erum búin að horfa á það að framboð hefur vaxið mjög hratt og hugsanlega hafa menn farið heldur geist af stað eftir COVID og eftirspurninu við kannski ekki hagað sér alveg eins og menn voru vonast til. Hér sést hvernig verð á hlutabréfum í Play og Icelandair hefur verið 12 mánuði aftur í tímann. Jón Karl sem starfaði innan fluggerans í áratugi segir mikið framboð vera af flugsætum til Íslands þessa mundir og einnig á flugleiðinni vestur haf. Þannig að það í sjálfsögðu ekkert sem kemur mikið óvart í þessu, því miður. Og það sé augljóst mál að félögin verði að draga úr kostnaði og í raun sé það byrjað eins og í tilfelli Icelandair sem sagði upp rúmlega 8-10 í lok maí. Þá sé einnig hægt að draga úr framboði. Það er líka svolítið stór bita að kyngja og sérstaklega það sem bæði félögin eru með stórt leðakerfi. Jón Karl segir það hugsanlega að vera bjartsýni að hægt sé að reka 2 alþjóðleg flugfélög á Íslandi. En það er augljóst mál að menn þurfa að velta því fyrir sér hvort það sé ekki betra að vera með eitt félag sem getur þá keppt á meiri jafnréttisgrunni heldur en að vera að dreifa kröftunum, en ég veit ekkert ef enga forsendur fyrir hvort menn er að ræða sameiningar eða ekki, en þetta er auðvitað spurning sem menn hljóta þurfa að velta fyrir sér því eins og þú segir, þetta hefur reynt áður. Aðeins 2 til 3 vikur eru í að til tíðinda geti dregið við Grindavík. Verði eldgos gæti það orðið nærri bænum eða í honum. Hættumatskort var uppfært í dag. Á hættumatskortun eru 3 svæði orðin rauð, meðal annars Grindavík. Rautt þýðir að hættan sé mikil. Svartsengi er appelsínugult og starfsemi á svæðinu verður því líklega óbreytt þar. Kvikusöfnun undir Svartsengi og Landris hafa verið stöðug síðustu vikur og skjálftavirkni fer hægt vaxandi. Líkanareikningar gera ráð fyrir að á næstu dögum muni 16 milljónir rúmmetra af kviku hafa safnast í kvikuhólfið frá síðasta gosi. Með við fyrri atburði þarf alltaf 19 milljónir rúmmetra til að nægur þrýstingur verði til að komast að nýju kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi. Með við nýjustu gögn þá gæti það gerst hugsanlega kannski næstu 2 vikum. 2 jafnlíklegar sviðsmyndir eldgos hafa verið uppfærðar og miðast við að kraftur eldgos í upphafi verða álíka og í lok maí þegar gos byrjaði með krafti. Fyrri sviðsmyndin gerir ráð fyrir eldgos á svipuðum stað og í desember, febrúar, mars og í maí. Fyrirvarðin er mjög stuttur og gæti hraun náð að Grindavíkurvegi við Þorbjörn á 1,5 klukkustund og 3 klukkustundum að Grindavíkurvegi utan varnargarða við Svartsengi. Ef við horfum á þróunin á síðustu gosum þá er þetta svona eins að þróast í suður og nú er auðvitað svæði 4 þar sem Grindavík er staðsett sundursprungið. Seinni sviðsmyndin gerir ráð fyrir gosi nær bænum á svipuðum stað og gaus 14. janúar. Þá getur hraun náð að Nesvegi og Suðurstrandarvegi á innan við 1,5 klukkustund. Flóttaleiðir á landi getur lokast á innan við 6 klukkustundum. Í þessari sviðsmynd getur hraun náð til sjávar austan við bæinn. Kvikugangur sem næði suður fyrir Hagafell myndi líklega valda verulegum sprungurhreyfingum í Grindavík. Og þá þarf að gera ráð fyrir að annarkvort gæti sprunga opnast innan varnargarða í Grindavík eða að kvikan fari, ef svo má segja, bakdýramegin í bæinn. En svo er líka líkur á því að það opnist sprungar norðan við varnargarðana og af því að svæðið er svo sundursprungið sunnan við varnargarðana að það geti leitað þar upp þær sprungur.
Þannig að hraun færi ofan í sprunguna norðan við varnargarðinn og hvað færi kemst upp í bænum. Já, það hugsanlegt. Varaforseti Donald Trump sagði á kosningafundi í Ohio í gær að Kamala Harris væri 1.000.000 sinnum verri en Joe Biden. Harris hefur tryggt sér stuðning meirihluta kjörmanna á flokksþingi demókrataflokksins í næsta mánuði. There are about 3,900 delegates who are eligible to vote on the first round at the convention for the Democratic nominee. And we now have Vice President Harris with the support of more than half of those delegates. The magic number she needed to reach in order to have a majority was 1,976 delegates. She's now passed that mark. Strax eftir að Biden tilkynnti ákvörðun sína að sækjast ekki eftir tilnefningu höfðu fréttamenn AP fréttaveitunar samband við fólki sem kýsa á flokksþinginu. Harris getur þó ekki hrósað sér strax því kjörmenn mega skipta skoðun fram að atkvæðagreiðslunni. Harris mætti með eiginmanni sínum Doug Emhoff á kosningamiðstöð flokksins í Wilmington í Delaware í gær og var vel fagnað. And I know it's been a roller coaster and we're all filled with so many mixed emotions about this. I just have to say, I love Joe Biden. I love Joe Biden, and I know we all do, and we have so many darn good reasons for loving Joe Biden. And I have full faith that this team will be the reason we win in November. You all who are here. And as Julie always says, and I will quote the great Julie, we are one team, one fight. One team, one fight. J.D. Vance, varaforseti Donald Trump á kosningafundi í Redmond í Virginíu fylki í gær. Hann fór ekki jafn fögrum orðum Joe Biden. Now, history will remember Joe Biden as not just a quitter, which he is, but one of the worst presidents of the United States of America. But my friends, Kamala Harris is 1,000,000 times worse, and everybody knows it. Á kosningafundi í Wisconsin í kvöld skaut Kamala Harris föstum skotum á Donald Trump þegar hún ræddi hlutverk sitt sem saksóknari og dómsmálaráðherra í Kaliforníu. Wisconsin eitt þeirra ríkja sem gæti ráðið úrslitum í kosningunum í nóvember. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Og meiri pólitík því kosningabaráttan fer ekki lengur bara fram á hinum hefðbundna vettvangi stjórnmálanna. Nýir samfélagsmiðlar vega sífellt þyngra þegar stjórnmálamenn reyna að koma skilaboðum til kjósenda. Pólitískt kynningarefni og áróður breytist lítið þó boðleiðirnar þróast. Stjórnmálamenn og stuðningsmenn þeirra hafa lengi notað húmor og hæðni til að koma skilaboðum sínum áfram, en það var kannski áður í formi plaggata og skoðanapistla, en í dag framboðsbaráttan háð að mestu leyti á miðlum eins og Instagram, TikTok og X. Hægt að fara rök fyrir því að Halla Tómasdóttir hafi tryggt sér ákveðin atkvæði ungra kjósenda með því að nota húmor og tónlist á TikTok. Og til þess að slá í gegn það þarf að kunna tungumálið og menninguna á þessum miðlum. Herbúðir Kamilu Harris hafa síðustu 2 dögum dælt út jarmi á miðlum eins og X og TikTok með ýmsum tilvísunum í popmenningu og tískustrauma. Skoðum nokkur dæmi. Ef þið farið inn á X-síðu forsetaframboðs Kamilu Harris þá sjáið þessa grænu mynd efst og þetta vísun í nýjustu plötu tónlistakonunnar Charli XCX, Brett, sem á til dæmis lagið Apple sem eitt af vinsælasta á TikTok í dag. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live and what came from. Svona tónlist, þar sem að hljóðbútum smellt saman við góðan takt,
sérstaklega vinsæl á TikTok og því líklegt að svona myndbönd ná miklu flugi. En tölum aðeins meira þennan hljóðbút sem sérstaklega vinsæl úr herbúðum Kamilu Harris. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live and what came before you. Þú finnur kannski ekki pólitísk skilaboð þarna en með því að nota húmor og tónlist þá nær Harris að tryggja sér ákveðna dreifingu. Og þegar þú ert á TikTok þá virkar algrímurinn þannig að þú kannski staldrar lengi við eitthvað myndband sem sérstaklega fyndið eins og af Kamilu Harris að dansa eða syngja eða hlæja. Og þá færð þú allt í einu meira efni frá henni, meira efni sem tengist Kamilu Harris, sem tengist hennar pólitík og þá allt í einu byrja skilaboðin hennar, pólitísku skilaboðin, að síast inn. Og að allt öðru, 2 belgar sem hjólað höfðu frá Reykjavík og yfir Kjöl komust í hann krappan á Öxnadalsheiði í síðustu viku þegar faraskjótar þeirra urðu óökufærir vegna ástands vegarins. Þetta ekki gómsætur lakkrís. Þessi gljábygg svörtu korn eru límd við dekk á reiðhjólum. We came in Varmalid yesterday and started this morning to go to Akureyri, but it's really hot today and on the road the tar began to melt. Klæðning vegarins bráðnaði, þar að segja það komu byggblæðningar í veginn. Og tjaran límdist við dekkin. So the tires are broken or flat and now we have to stop. Því var ekki annað að gera fyrir Lúkan að húkka far og hann fekk far með mjög vinalegri konu til Akureyrar. Þar þurfti hann svo að leigja bíl. And come back here to pick up my friend and go back to Akureyri. Byggblæðingar hafa verið tíðar víða á vegklæðningum þar sem hefur hlýnað í sumar. Þær geta valdið tjóni á bílum og hafa átt þátt í nokkrum alvarlegum umferðarslysum undanfarin ár. Því ástæða til að biðja vegfarendur að fara varlega og tilkynna vegagerðinni verði þeir varir við blæðingar á vegum. It was a hard day today, but it's so sad with a so beautiful landscape, but all right. En það að gera að halda góðaskapinu þótt bjáti á. Belgarnir hafa svo vonandi geta látið gera við dekkin sína á Akureyri. Starfsmenn á vegum Ístak stóðu í ströngu undanfarin sólarhring þegar þeir steyptu fyrri hluta nýju brúarinnar yfir Hornafjarðarfljót. Samtals tók 90 manns þátt í að koma steypi í mótin, vinna hófst klukkan 2 í gær og lauk miðjan dag í dag, rúmlega sólarhring síðar. Aron Örn Karlsson, staðarstjóri Ístaks í Hornafirði, sagði í samtali við fréttastofu í dag að vinnan hefði gengið samkvæmt áætlun. 3 aðrar brýr eru í smíðum á þessu svæði og þeim ætlað að stytta hringveginn 12 kílómetra. 13 milljónir ferðamanna komu til Spánar á fyrsta ársfjórðungi. Það eru 14% fleiri en á sama tíma í fyrra. Heimamennum mörgum ofboðið yfir ferðamannastraumnum og margir krefjast þess að stjórnvöld grípi í taumana. Þetta dæmigerður sumardagur á Mallorca. Tæplega 18 milljónir sóttu Balearear heim í fyrra og gert ráð fyrir að þeir verði fleiri í ár. Es horroroso. Soy de un pueblo y no puede absorber esto. Por ejemplo, ahora que estos mercadillos, el precio de los productos pues son más elevados. Heimamenn hafa í sumar skipulagt mótmæli og fleiri taka undir kröfur þeirra að eitthvað verði að gera, þannig að ferðamenn kaffar ekki fólki sem býr þarna. We are losing our culture, we are losing our identity, just because we are selling everything. It's like everything is in English, everything is Japanese, so either we put some action onto it or we will lose our identity for complete. Margir í hópi mótmælenda vilja að öðrum en Spánverjum verði bannað að kaupa fasteignir. Verðið hefur hækkað og fælt heimamenn í burtu. My mother once we have a house in the seaside. She was approached by a woman who was kind of harassing her into buying our house. But say price. You can buy something else with that money. Mótmæli eru víðar á Spáni. 26 milljónir ferðamanna komu til Barcelona í fyrra. 5,5 milljón búa í borginni. Þar hyggst borgarstjórinn banna að leigja út Airbnb íbúðir innan 3 ára.
Svo ákvörðun fellur ekki kræmi á þeim sem hafa tekjur af ferðamönnum sem segja að þeim fækki 40%. Claramente un problema que no negamos, que es un problema habitacional. El precio del alquiler ha subido muchísimo en los últimos 10 años y yo creo que la administración intenta tapar sus vergüenzas a través de los pisos que ya existen para otros usos. Pero esto ni va a arreglar el problema ni es la solución. Sunnudagurinn síðastliðinn, 21. júlí, var heitasti dagur á jörðinni frá því að mælingar hófust. Meðalofthiti á yfirborði jarðar náði 17,09 gráðum samkvæmt Evrópsku Kópernikus stofnuninni. Stofnunin telur líkur á að þetta met falli á næstu dögum þar sem hitabylgjur geisa í Bandaríkjunum, Evrópu og Rússlandi. Hitastig hafi hækkað hratt á jörðinni undanfarna 13 mánuði. Á telja sumir vísindamenn að árið 2024 verði heitasta ár síðan mælingar hófust. Það met var síðast slegið í fyrra. Flytja varð á 400 manns úr bænum Bø í Þelamörk í Noregi í gær vegna mikilla flóða. Brú hrundi og skemmdir urðu á undirstöðum húsa, þá var tjaldsvæði þar á floti. Lögreglan sagði á blaðamannafundi að engar fréttir væru af meiðslum fólks, en ljóst væri að þeir sem fluttir voru á brott kæmust ekki heim til sín í dag. Neyðarástand ríkir í kattaathvörfum landsins og meira en 200 kettir eru í leit að framtíðarheimili. Formaður Villikatta segir mörg dæmi að fólk setji heimilisköttin út á guð og gattinn þegar það flytur eða fer í frí. Hafi einhver áhuga á því að fá sér kött, þá er rétti tíminn sennilega núna. Athvarf Villikatta og Kattholt eru yfirfull af umkomulausum kisum og formaður Villikatta man ekki eftir öðru eins. Þetta sumari hefur mikið álag á kerfið okkar. Við finnum náttúrulega pláss fyrir allar. Við gerum það, en við þurfum aðstöð. Eins og staðan það alltaf fyllast, það fullt á fullorðnum kettum og svo rosalega margir kettlingar. Helsta vandamálið sé að eigendur örmerki ekki kettina sína og því sé erfitt að hafa uppi á þeim ef þeir týnist. Fólk skilji kettina sína einnig eftir vegna flutninga. Á sumrin séu þó dæmi að fólk fari í frí og skilji kissunar eftir úti. Þetta rosalega blandað, það svo mikið, en mér sýnst að vera mikil aukingur á því að leyfa kettlingum bara að fara út, ómerktar og ógeldar. Jakobína segir miklar breytingar sjást á köttunum í athvarfinu. Þegar þeir koma séu þeir miklir villingar, en eftir að fengið ást og umhyggju verði þeir gæfir og tilbúnir til að fara á heimili. Hinn 4 ára hvelletta gott dæmi þetta. Og núna hann kom inn, ákvað hún að þetta rosalega gott. Ég menn hún bara tilbúin í heimili. Ef einhver vil eiga hana. Villikettir eru svokölluð no-kill samtök. Það þýðir að köttunum verður ekki lóað þrátt fyrir plássleysi. Hún hvetur þó alla sem geta og vilja til að aðstoða. Og þið gefist ekki upp? Nei, við erum aldrei gefast upp. Ég meini, horta á það. Refur, rennilásar og aðrar rokskemmdir eru vandamál sem saumandi mæðgur á Akureyri hafa vart undan við að leysa þessa dagana. Þrátt fyrir miklar vinsældir ferðavagna segja þær gömlu A-tjöldin líka komin í tísku. Rok og rigning geta gjarnan sett strik í ferðareikningin á Íslandi, en því eru mæðgurnar Anna og Helga boðnar og búnar að bjarga ef þörf krefur. Á saumaverkstæði Sexins á Akureyri nægu að snúast núna þegar saumavertíðin stendur sem hæst. Það búið að vera svolítið mikið að skemmdir út af það hefur verið rok, stangirnar hafa farið upp úr og bara gert gat í þakið eða veggin eða gluggan eða hvað sem er. Hafið þið þurft að fara í einhver útköll eða? Já, dóttir mín búin að fara í nokkur útköll. Það var bara byrjun vertíð, það kom svona rok og það bilaði rennilásin í fortjaldinu hjá þeim og fjölskylda að sunnan með börn og það var bara allt í volli og það var mýgandi rigning. Þannig þið reynið að bjarga öllu sem þið getið? Já, maður bara getur ekki hugsað til þess að börnin muni ekki eftir útilegunni. Hvað það sem þú ert að gera hér? Ég að sauma nýja yfirbreiðslu yfir hestakerru. Eins og þið sáu þegar þið komið inn að þá hún bara í döðlum hérna á gólfinu. Og þið getið bjargað því? Já.
Og það ekki bara fínir ferðavagnar með öllu til alls sem rata inn á verkstæðið því tjaldtískan fer líka í hringi. Það að koma svolítið mikið gömlu appelsínugulu tjöldin, þú veist. Fólk eitthvað að fíla það upp að fara bara í tjald útilegu sko og vera ekki með rafmagnið og hitan, það vel bara fíla það að vera í útilegu. Og þá það kanna hvernig viðrar til útilegunar. Það sunnan og suðvestan gola eða kaldi og það verður víða rigning eða súld. Þurrt að mestu á norðaustur og austurlandi. Síðan dregur úr vindi og úrkomu vestanlands síðdegis á morgun en hiti verður á bilinu 10 til 17 stig. Það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. 3 dagar eru þar til Ólympíuleikarnir í París verða formlega settir. Nokkrar íþróttagreinar taka þó forskot á sæluna og hefja keppni strax á morgun. Sigurbjörn Árni Arngrímsson, frjálsíþróttalýsandi, er orðinn spenntur fyrir komandi íþróttaveislu. Hann á von á spennandi móti á frjálsíþróttavellinum. Ég ekki hissað að við fengjum heimsmet frá Duplantis í stönginni frá Sydney McLaughlin í 4 grind kvenna, getur komið heimsmet þar. Og tennisstjarnan Andy Murray hefur ákveðið að leggja spaðina á hilluna að Ólympíuleikunum í París loknum. Hann vann 3 risatitla á ferlinum. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Flugsérfræðingur segir að menn verða að velta fyrir sér hvort ekki sé betra að sameina stóru íslensku flugfélögin 2. Gengi beggja hefur snarlækkað undanfarna mánuði. Hætta hefur aukist á eldgosi rétt við Grindavík og hraun gæti runnið inni í bænum. Vísindamenn telja líkur á kvikuhlaupi eða eldgosi á næstum 2 eða 3 vikum. Kamala Harris er búin að tryggja sér nógu marga kjörmenn til að verða útnefnd forsetaefni demókrataflokksins. Skeytin eru farin að fljúga milli hennar og varaforsetaefnis Trumps. Stuðningsmenn Kamalu Harris hafa hafið stór áhlaup á samfélagsmiðlum eins og TikTok til að vekja athygli yngri kjósenda. Tjaldtískan fer í hringi og aldurinn segir ekki allt, segir saumankona á Akureyri sem gerir við tjöld. Hún segir að yfirleitt sé hægt að bjarga rifnum tjöldum. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú komið að fréttum af íþróttum og veðri. Það eru næst fréttir í útvarpinu núna klukkan 10 og svo eru nýjustu fréttir sem má alltaf finna inn á ruv.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfylgdina þessum af þessum degi. Verið sæl. Try very hard to get this sensation of rightness. The supply of lethal drugs was stopped and lives were saved as a result of Sarah's work.